Ég ekki að svara Gauji Þorri hérna að þið eru viðtali sko. Það sem maður okkur hérna. Flott út í Víkaðan. Jæja, Gunnar Már Elíasson. Yes. Fyrirliði B í Bolungarvíkur. Kallaði Gunni Wonderboy, eða ekki? Já. Hvaðan kemur svo nafngirt? Það sé ekki frá honum Bigga Olgeirsinni. Já. Það er ekki byrjað þessu, veit ég. Langt síðan. Það er nokkur ár þegar maður var í golfinu og fótboltanum svona, bæði einu. Ætli það ekki verið með að leiti þegar maður var hérna kosin íþróttamaður ársins. Já. Og var tilnefndur fyrir golf og fótbolta, þá byrjaði þetta. Þú verður ákveðið að taka fótboltan fram með þér? Já, maður getur. Það er í golfið þegar maður er eldri. En við erum ekki einir hérna í bílum, við erum hérna með vonarstjörnu í liðsins, Matthías. Komdu sæll. Hei. Út í belti. Auðvitað. Já. Alltaf verið okkur. Hvernig líst þér á þetta í sumar? Bara mjög vel. Við erum eiginlega bara að ganga betur en maður, eða þú veist, ég held allavega. Já. Hvað hérna, þú er nú svona verið að fá að hlutverk að vera svo kallega súpersöp má segja. Já. Hvernig líst þér á það? Mér líst bara mjög vel á það, fá þessi tækifæri og nýta þau svona ógætlega. Það er svolítið mikil trafík núna, það ekki Gunni? Já. Það er ekki oft sem það eru fleiri en 3 bílar hérna á sveimi, kannski einu á Vesturánum. Þið eru nú það sameiginlegt að feður ykkar er kannski þekktir líka. Já. Já. Gunnar, þú ert sonur bæjarstjórans í Bolungarvík. Jú. Hann gat ekkert í fótbolta það? Já, held ég ekki. Nei. Það er bara lítið. En pappið þinn, Matti, hann var nú býsna sprækur eða ekki? Hann var alveg ágættur að mæga það. Já. Er hann óþólandi pappi, svona alltaf að segja til og hvernig átt að gera? Ég segir nú ekki óþólandi, þetta er alveg, það tekur þetta alveg mark á honum, sko. Já. Hann er samt mjög, hann er alls líklegur þegar kemur að tala. Já, hún finnst það mjög gaman. Og veit hvað hann syngur? Já. Hvað gerir þú svona, þú ert ekki að spila fótbolta? Það er eiginlega bara að vinna, síðan sofa. Já. Það er ekkert mikið meira. Hvað ertu að vinna? Mála í honum Halla. Halla, já. Halla málara? Halla málara, það þekkir enginn undir öðru nafni en Halla málara held ég. Nei. Hvernig gengur að samhæfa málaralistina og knattspyrnuna? Það er ágætlega, það er svona... Tekur alveg á að vakna 7 á hverjum morgni og vinna fram æfingu og fara æfingu. En þetta... En ef ykkur getur það, þá ert það þú? Já, verðum margir stefn. Er draumurinn, er það hvað, að komast til FA og eitthvað svoleiðis eða? Ekki alveg. Nei. Alltaf draumurinn að spila með einhverju stóru liði. Já. Það samt verður alltaf að byrja svona smátt. Hvað er draumaliðið? Draumaliðið, Liverpool. Liverpool? Já. Þið eru báðir í eða ekki? Já, það er eitthvað þess. Já. Áttu þú eitthvað tjens í Liverpool, Gunni? Matti er líklega, ég er hérna 8 ára. Ég er 8 árum yngri hann er svona... Já. Heldur myndi frekar veðja á hann heldur en Já. gamla manninn sko. Já. Hvernig líst þér á Guðjón Þórðarsson sem þjálfara? Bara ágætlega. Hann kann þetta kallinn. Hefur verið í þessu áður. Já. Meiri svona metnaður komin í Já. klúbbinn? Já, það er... Sýndi sig nú bara strax með ráða hann sko. Það kom þessi deild ofar hann. Það er svolítið meiri metnaður í þessu en hefur verið. Hvert stefni liðið? Að komast upp í fyrstu tilraun eða? Alltaf er orðið svona hans er átt bil í Selfoss annars. Er allt hægt ef við vinnum nokkra leiki í röð þá getum við sett smá pressu á. En það er náttúrulega bara gamla góða einn leikur í einu núna eins og þetta er núna. Við erum bara að elta þetta. Alltaf gaman. Við erum búin að sýna það við
Við erum alveg búin að festa okkur í sessi þarna sýnist mér í haustöld. Það er ekkert lið þarna sem á valdi yfir okkur sko. Þó Skagamenn hafa gert það í sumar. Hvernig finnst ykkur svona áhuginn inn í plásinu fyrir liðinu? Er hann áþreifanlegur? Já. Já, mjög svo. Sérstaklega eftir að fórum að fara eitthvað áfram í bikarnum sko, þá voru ólíklegast að fólk byrja að horfa á þetta sko. Já. Þú nefnt ykkur dæmi? Amma er að fylgjast með þessu, hún var ekkert að fylgjast með þessu þó að litli strákurinn hennar væri í þessu sko. Það er ekki það mikið áhuga. Hvernig, eru þið báðir einhleypir? Já, ég er einhleypur. Ekki ég. Ekki þú? Nei. Er mikil ásókn í knattspyrnumenn af hínu kyninu? Nei, ekkert eitthvað svona, eitthvað sem ég var við sko. Þið fá ekkert meira sviðsljós en aðrir á böllum og svona? Ég er ekki á böllum minn á Ísafirði. Kennst ekkert inn alltaf? Ég held sé ekki. Ég kemst ekkert inn. Ég er merkilegri núna heldur en fyrir 2 árum sko. Sem við fyrstu til. Nei. Þannig að árangurinn þar er kannski að láta á sig standa? Algjörlega. Já, alltaf gengur ekki. Nei. Hver er búinn að skora fallegasta markið í sumar? Matti átti nú eitt gott hérna á móti, hverjum var það? Káa? HK. Annars er Nikolás Steverdix, Já, aukast. Neiga nokkrar, 3 aukarsmyndir þarna. Síðan alltaf á seinasta leik. Já, síðan seinasta leik líka. Ætli hann sé ekki Alls líklegur til að taka þann titil. gefa honum það. Þú átti nú hjólhestaspyrnu í æfingarleikunum, Gunnar. Þú ætlar ekkert að endurtaka það? Já, eða ekki. Búin að vera að spara það í sumar. Að taka Gróttu, taka Hitliði þarna. Nokkra næra, Káar, eða ekki? Ágætt bara. Það er ágætt. Hvað, áttu ekki eftir að skora í sumar? Jú. Aldrei þessi vant. Stendur á því? Ég veit ekki, ég fékk nú færin til þessi síðasta leik. Maður er ekki kaldur. Já. Þú veist nú gott færi líka, Matti? Já. Það Ég klúraði því nú alveg fagmannlega. öskraði Gauði á þig? Nei. Sagði bara hvað ég ætti að gera næst þegar ég kemur. Ég myndi bara læra þessu. Hvernig er svona, eru þið með hnút í maðanum eitthvað eða er KV-leiknum? Ekki ennþá, en maður á eftir að vera stressaður fyrir fótboltaleiki. Maður lítur nú smá hnút á sunnudaginn kannski fyrir þessu, stærri en venjulega. Annars verð það þá bara eftir 5 mínútur sko. En þú, Matti? Stressaður, já. Maður svona stressaður yfir því að maður stendur sig ekki nógu vel eða hvað þannig. Annars er maður svona vanur ímsu. Finnið þið eitthvað svona pressu frá bæjarbúum eða finnst þeim þetta að vera óvinnandi vígi? Nei, kannski ekki óvinnandi vígi og engin pressa heldur þannig séð. Við erum orðin mjög spenntir bara, aðalega það. En það var trú á okkur held ég samt. Ekkert svona hjátrúar fullur? Alls ekki. En þú, Matti? Nei, ekkert svona eins og við. Það er kannski eins og Gulli vinur minn sagði. Hann fór alltaf í sokkana undan skónum.